Sorry. Ég heiti Guðmundur Bjarni Sigurðsson og eins og kostina þá ég hönnunarstjóri hjá Cosmos & Chaos. Það átti nú að vera dúett í dag en Helgi hugsanlega með COVID, þannig að hann gat ekki verið með okkur. Þannig að ég ætla að taka þetta einn í dag. Ég ætla að kynna fyrir ykkur hönnunarkerfi sem við erum að nota fyrir Startup Ísland. Ég byrja alltaf að tala af hverju hönnun mikilvæg. Ef þú spyrir mig þá hönnun það mikilvægast í heiminum. En ég gæti verið íkja, en ég var bara íkja smá. En það sem ástæðan fyrir að ég vildi vera hönnuður að út af því að hönnun gerir heiminn fallegri og ef við gerum heiminn fallegri þá er hann betri og það er betra að lifa í honum. Þetta svona high level hugsanir hönnun en ef við fyrir að pæla í hinu síðan líka hvernig við ætlum að nýta þetta fyrir Startup Ísland og allt það, þá viljum við að aðgengi fólks að þessum upplýsingum og þegar við séum fólk þá eru allir Íslendingar sem er markmið verkefnisins að aðgengi sé að upplýsingunum sem fólk allar að finna sé frábært. Og þá erum við bæði að tala aðgengi eins og vafgatstaðallinn, sjóndabrir, hreyfihamlaðir og alls konar þannig og svo að fólk getur fundið það efnis að það vill finna þegar það vill. Og þetta er svona anti-nálinni heystaknum nálgun sem við erum að nota, þannig að við viljum hann alveg geggjaðan heystakkan og við vitum alltaf hvað nálin er. Og með þessu að því að þá gerum við öll aðalættir augljós. Við höfum alltaf, mannkynið alltaf tjásíkinu list og sýnt okkar mannlegu hlið á sama tíma þarf hönnun í stafrænum heimi að koma í stað manneskjunnar. Af því að þú hefur enga mannesku til að tala við lengur, heldur þetta mynda ákveðin tilfinningaleg tengsl við skjá sem svolítið svona skrítið, en það er basically það sem þú ert að gera. Hönnun er líka mikilvæg af því að gennum tíðina hefur þetta alltaf verið þannig að svona, ef þú tala hönnun þá hefur þetta alltaf verið meira svona, mér finnst þetta flott, mér finnst þetta ljótt og svo fyrir fólk að rífast. En það hafa verið mjög margar rannsóknir gerðar núna og skýrslur ítarlegar sem staðfesta það bara, sem ég vissi alltaf, að þau fyrirtæki sem eru með hönnun í sínu DNA, þau skila meiri hagnaði. Það bara hreinar og beina tölu til þetta og með því að veita fólki betri þjónustu. Og þetta er ekkert mál að yfirfæra á hið opinbera. Í verkefni sem þessu þá myndi ég segja að hönnunarkerfi er lífsnauðsynlegt því að bara það að gera hönnunarkerfi fyrir Startup Ísland er mjög stórt verkefni. Undir því verkefni er fullt af öðrum mjög stórum verkefnum. Öll þessi stóru verkefni eru mörg fyrirtæki að vinna og í þessum mörgu fyrirtækjum eru mörg teymi sem eru að vinna fyrir margar stofnanir. Þannig að flækjustigið verður hratt alveg rosalega mikið og þess vegna er kerfið lífsnauðsynlegt til að samræma útlit og upplifun notenda. Og stafrænt þjónustuframboð hins opinbera mun vaxa mikið á næstu misserum. Hönnunarkerfið mun þá tryggja að samræmi á milli allra þessara þjónusta, hjálpa okkur að komast hratt á stað inn í verkefnum og auðveldar viðhald og rekstur til framtíðar. Þó ég sé að tala rosalega mikið hönnun, þá er þetta allt forritað líka. Ef við förum aðeins yfir ávinninginn þá fyrir notendurna að vera helst að það myndast eitt heildstætt útlit og þar af leiðandi heildstæð notenda upplifun. Með því að fækka allir mynstrum við erum að kappkosta við það að fækka viðmótseiningum sem við erum að nota, sem við höfum nota fáar viðmótseiningar sem við höfum prófað og fínpúsað og með þessu erum við að búa til ákveðin fyrirsjáanleika fyrir notendur þegar ég fer og skoða ykkur lausn sem eitthvað ráðuneyti er með hér og skoða næst hérna þá er ég strax farin að þekkja viðmótið og veit hvað ég þarf að gera. Með því að nota hönnunarkerfi erum við að auka auðveldar allt viðhald og við erum að þrælstytta þróunartíma af því að ég geti lofað mér að segja bara 50% jafnvel. Og eitt gott dæmi það er loftbrú sem tók tæpan mánuð frá byrjun til enda og verkefni er komið í loftið. Það sparar náttúrulega höfuðverki hjá hinu opinbera, sparar hellingskostnað, sérstaklega þegar tími líður aðeins og það þarf að koma að viðhaldi og betrumbótum. Öll hönnunarkerfi þurfa hönnunarprinsip. Við vorum einu sem 15, núna er 10. Það var gaman að sjá hvort ykkur fatti þetta referensina. Mantraverkefni sem hefur alltaf verið frá byrjun, beint að efni. 99% þess efni sem verður á stafrænu í Íslandi er texti. Textina var fyrsta áhersluatriði okkar var að gersamlega negla typógrafíuna. Þú ert að lesa textan þá það typógrafíuna vera æðisleg. Við viljum hafa skýra og aðgengilega framsetningu fyrir alla Íslendinga og það er markverðbörjum sem ég sagði.
Viðmótið átti að vera vingjarnlegt og aðlaðandi og við vildum nota liti, brandið sem að Brandenburg gerði er mjög litríkt og skemmtilegt og við vildum geta nota þessa liti og verið svolítið svona smá hress, techy og ekki boring. Brandið hannaði Brandenburg sem frábært brand, ég veit ekki hvað að segja með það. En hérna erum við að tala branding eða mörkun eins og maður segir í Íslandi oftast merki, liti, leturtýpa og eitthvað heildar yfirbragð. Eins og ég sagði áðan líka þá kappkostum við að hafa frábæra typografíu. Munurinn á typografíu og letri er svolítið það að letrið er bara sjálfur fonturinn en typografía er svona hvernig þú notar hann. Og í hönnunarkerfinu hjá okkur þá er typografía og letrið hryggjarstykkið í öllu kerfinu. Við erum að nota IBM Plex sem er open source fontur með læsileika í fyrirrúmi og ég ætla ekki að fara út miklar útskýringar á hvað typografía er en það er svolítið svona eins og þetta er smá svona eins og að stjórna sinfóníu eða búið til lag eða eitthvað þú verður að hafa ákveðið svona takt í öllu dótinu þá farið typografían góð. Einingarnar sem við erum búin að búa til, sem búa til hönnunarkerfið, eru þrælmargar eins og við sögðum áðan þá byrjum við á typografínu, neldum hann upp á 10, vil ég segja, og svo höfum við oftast tekið takka unnið út frá því og svo erum við að byggja upp komponenta, prófa þá og þessum oft fara í svona stresstest á komponentum, þú prófar í fleiri lausnum, hvort er að feila eða ekki. Við veitum mjög miklu tíma, fyrsta umræðin þegar verkefni byrjaði, það var að tala input rate-in. Það fór mjög mikil umræði að tala um input rate. Því, eins og við sáum þetta fyrir ykkur, það langaði okkur alltaf að geta sett input rate-in á plaggat og allir myndu vita að þetta var Ísland.is. Að ákveðin branding fyrir stafrænt Ísland geti farið í gegnum input rate-in. Þetta tókum við bara með öllum teimunum. Og það hafa, þó að Cosmos sé að leiða verkefni þá hafa öll teimin, hönnunarteimin og forritunarteimin tekið þátt í að búa til kerfið. Myndskreytingarnar eru líka veigamikil þáttur í þessu. Við höfum unnið á myndskreytingunum með Victoríu og Brandenburg sem hafa haft mjög mikið input í myndskreytingarnar. Það sem við viljum svolítið reyna að gifta mannlega þáttinn og tæknina á svolítið hressan og skemmtilegan hátt. Hátt svolítið litríkt líka, ekki boring, lykilatriði. Kerfið sem við erum að nota fyrir kerfið sem er hönnunarforrit sem heitir Figma. Það er svona tiltölulega nýtt, nokkur ára gamalt. Við höfum oft sagt á hönnunarfundunum, mér hryllir alveg við tilhugsunum við það, en það þurfti að nota Photoshop í það. Það hefur verið algjört disaster, af því að Figma er bara á netinu og það er ekkert mál að nota allt dótið saman. Og það sem er svona einna mest cool við þetta, við erum með eitt masterskjal sem er hönnunarkerfið og öll hinn verkefni tengjast masterskjalinu. Þannig að þegar við viljum gera breytingar á takka eða eitthvað þannig, þá getum við bara publisað þeim og öll hinn verkefnin eiga að fá nýjasta takkan inn til sín. Sem náttúrulega sparar gríðarlega mikið tíma. Útgáfan á öllu þessu, öllum prinsippunum og hönnunarkerfinu og allir hönnun og typografinu er sú sem að allir er búin að vera að tala um í dag. Jónatan tók mjög flott spjalli með það. Það er þessi vefsíða núna sem kom út í dag. Það sem að við förum beint að efninu með leiktavélinn er front-end center og allt aðgengi að öllum upplýsingum er mjög gott. Og við lögðum svolítið upp með það að við ætlum ekki að fara að finna upp djúpadiskinn aftur og búa til eitthvað far-out rugl. Viðmót heldur að reyna að nota venjurnar en samt vera skemmtileg, lífleg, mannleg og flott. Hönnunarkerfið er lykilþáttur í vegferð íslenska ríkisins, stafrænni vegferð íslenska ríkisins. Viljum við halda fram. Takk fyrir mig. Vel gert. Undir tíma. Það var mjög skemmtilegt. Undir tíma. Bara, Ég bjóst við hafsjó af spurningum. Já, akkurat. Ef það er ekki komin á þaðan, þá er það hér á þessu blaði hérna nú, frá mér. Vissi ykkur hvaða myndið það var? Getið þið hrópað í gegnum myndavélina? Ef þið vitið, að þá skvísið inn í DMs og hérna er myndin, referensinn þar sem að maðurinn var með skeggið, steina og letur. Nei, þetta er Mel Brooks myndin, History of the World. Móse kom niður á fjallinu með 15 töflur síðan mistur hérna.
10 borð. Mjög gott. Sko, spurningin sem að ég ætla að koma að áður en ég fer að mínum, djók. Já, þetta er skemmtileg spurning. Hvað er uppáhalds detail hönnunin þín á Ísland.is? Spennandi að sjá hvernig þú túlkar þessa spurningu. Detail. Ég vil segja input-reyturinn. Input-reyturinn, já, sem á að standast það próf að geta staðið sjálfur á póster og fólk mun reyna að klikka inn í hann haldandi það að það sé að fara á Ísland.is. Og bara, já, þetta er Ísland. Þetta er Ísland, ok, gett. Það var ógeðslega skemmtilegt, þetta var akkurat það sem ég var að vonast eftir, mjög spennandi, frábær fyrirlestur. Ógeðslega skemmtilegt að fá innsýnina inn í bara hvað þetta er auðvitað fárlega víðfemt, það er typografían, það er mismunandi sérfræðisvið á hönnunar, fjölþætt teymi, væntanlega, hjá ykkur. Mjög mörg. Og skemmtilegt að hugsa um þetta að samþætta væntingar notandans á mismunandi þjónustum sem við tengjum öll við. Og svo langaði mér sérstaklega það. Skemmtilegt að þú skilur ekki tala um að finna upp hjólið, heldur finna upp djúpadiskinn aftur. Getur þú talað um þetta? Er þetta kannski eitthvað frá Danmörku? Ég veit það ekki. Ég held að maður talt um djúpadiskinn í Danmörku. Þetta var geggjað og hendi endalaust inn síðan fleiri spurningum við viljum að stökkva í næsta. Það er þá bara á Kosmos og Kaos og bara henda þið niður á internetinu. Það eru follow-up spurningar. Ég skal taka þeim líka, Stefáni á Facebook, svo skal ég skila þeim bara, þetta er ekki nú. Þakka þér kærlega fyrir, það var ótrúlega skemmtilegt og bara til hamingju með frábæran árangur í þessu. Takk. Negla.